FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík, Keiluhöllina, Pepsi Max og Loop Zero. 20. mars og eftir 95 blöður hafi göngu sína og ég held drengir að þetta hafi ekki gerst áður að við séum byrjaðir svona seint. Ég náði ekki, ég gæti ekki slögt auglýsingum. Hann var ekki í stúdíunum undan. Þetta hefur aldrei gerst í sögu eftir 95 blöð. Við séum að byrja 3 mínútur yfir. Sko, ef þú er slögt á auglýsingunum þá hann náttúrulega má ekki. Já, plóter hefði náttúrulega gefið en gefið stíl. Hann ekki mig. Og ég nenni ekki að fá plóter reiðan. Nei. Gauður sem er nýkom með hár og nýtt og bara baby on the way. Hann Málið það síðast ekki eins og fokkarinn. Sko plöterinn, maður sér bara hann er með vindinn í bakinu, hann er með húpa-búpa og appisín í gleri með lakkisröri. Fokkar ekki svo leysmanni. Hann er allt með honum og þú ert ekki að fara að hræra í honum eða kötta á einhverja auglýsingar, það gengur ekki. Ég hef líka tekið eftir hann fór í hárigræsluna, hann horfir niður á mig. Hún finnst svona bara eins og þeir sem eru með þunnt hár núna séu svona pínu beneath þeim. Og svo kannski horfir hann niður á mig að því að hann er yfirmaðurinn minn, maður veit það ekki. Já, bæði, sko. Bæði, hann er yfirmaðurinn og hann er með þykkt hár og þetta er einhvern veginn allt orðið svona. En eins og sé, það er alltaf að gerast. Hann er með vindin í bakinu, plöterinn. Já, plöterinn, það er okkar maður. Það er líka mainstream núna bara að fara og fá sér hár. Þetta er ekki lengur eitthvað svona, veistu, félagi minn eins og niður sem að ég ætla ekki að nafngreina þegar ég fæði alltaf lestu frá hann þegar ég gera það. Hvað er þetta? Það var eini vinur sem nafngreina ekki. Og getur liður hans fokkitt. Þegar hann fór og fekk sér hár, þá var enginn byrjaður á því. Nei, hann er hann var með þeim fyrstu. Já, ég bara fyrst í heiminum. Alvöru sér. Ég segi nú ekki heiminum. Og þá vildi hann bara glerhalda sér yfir því. Nú í dag eru allir að fá sér hár. Þannig að það er öllu sama. Það er ekki einhvern illa séð og en pældi því þegar hann fór. En þetta var ekkert illa séð. Nei, menn voru viðkvæm. Ég meina svona, þú skammaðist eitthvað fyrir að segja og var að fara til Tyrklands að fá þér hár. Nú í dag er þetta bara ekki eðlilega. Var þetta pre-internet eða hvað er? Nei, ég er nú ekkert internet. Þetta er fyrir 2000. Fann hann bækling og bara ég ætla að treysta þessu fyrirtæki. Að hann fór í hárigræslu fyrir svona 10, nei, hvað er þetta? 5 research, hann er mjög góður að gera research. Hann heldi sér í research, fann góða klíník. Málið það, eftir að ég kynntist hansanum, þá komst ég að því að hann er tæknilegu gæi. Hann er mjög svo. Ég var alltaf að tala við hann eða óttur að kaupa sjónvarp eða tölvu. Já, einmitt, eða óttur að kaupa tölvu eða sjónvarp eða þá hringir í leiður hans. En hann hefur gert alvöru research af því að sko, ég hefði ekki gíska á það að hann hefði farið til Tyrklands. Hann hefði fundið alvöru stofu. Já, bara ríkilega vel gert. Núna er þetta samt eins og Egill segir. Það er ekkert eitthvað, þú segir núna bara, ég er spáð að fara í hárigræslu. Það er enginn að hlæja og fær bara svona, ekki það að vera einhver að hlæja hans að hann fór. Allir sem er að hlusta er svona 10 mann sem er farið. Þetta er bara eins og sért að fara í, bara að fá þér hérna pullu hérna út í búð, sko. Meira svona eins og sért kannski bara að fá þér tattoo eða? Nei, þetta er minna en það mér þess að. Nei, þetta tekur tíma. Það er samt miklu stærri ákvörðun að fá sér tattoo. Heldur en hárigræslu? Ég myndi segja þetta. Ég menn eins og strákanir. Af því að þú færið tattoo. Þú ert að fara að sko láta bara hársekkin eða. Já, en ef þú færir tattoo þá er þetta láta taka. Þá ert að fá þér tattooið. Já, heyrðu, sko, býttu nú aðeins með það. Það er bara allir í því í dag. Nei, Egill Sigurðsson, okkar besti maður, Egill í Ölgerinni. Hann fór og í 3 gang að láta taka tattoo. Hann fekk sér sem sagt eitthvað svona henna tattoo. Þegar hann var, nú er ég ekki stríkur. Henna. Þetta var í einhverju tísku. Sem er hvað í anskutan. Þetta var svona tattoo sem hún fékkst þér og það átt að fara á einhverju 5 árum eða 2 árum eitthvað. Átt að feita í burtu. Og hann fekk sér þetta tattoo þegar hann var bara 16-17 ára. Ég man eftir þessu bara ennþá, við erum hlæskuvinir. Og hann mætir og fekk sér þetta á nokkra staði á líkamannu, sko. Hann var ekkert að ofugsa þetta, sko. En ef þú ert með þetta á líkamannu. Herru, veistu hvað? Þetta, ég hef aldrei séð gott tattoo að því að sko ég er með fullt af tattooum og hans er í betra standi, átt að fara á 2 árum og hann er í betra standi en önnur tattoo í dag og hann fór 3 að reyna að láta leysir þetta í burtu og það fór ekki og hann gafst upp á því og hættur þessu og er bara núna með tattoo. Hvað heldur að ég sé búin að hitta hann oft? Ég hef aldrei séð þetta tattoo. Ef þú myndir hitta mig og hárigræsla það fyrir illa, þú myndir alveg taka eftir því. Það er aðeins stærri ákvörðun að fara í hárigræslu heldur en tattoo. Það er nokkuð ljóst. Já, það færi illa. Hvað ef við bara fá hár bara á augun? Þetta er aðgerð. Tattoo er ekki aðgerð. Þetta er aðgerð alltaf. Frank Leboeuf, hann átti hræðilega hárigræslu og hann bara með risa ör og það var allt í ruglu á hausnum. Já, en ef þú myndir fara núna og fá ekki eitthvað sem varst ánægð með, myndir ekki bara vera snóður?
Já, þá ertu kannski bara með ör og eitthvað rugg. Já, já. En svo núna í páskabingon okkar sem núna eftir, ég menna það bara einhver 10 dagar í það. Já, miðvikudagur til viku. Þá einmitt hérna erum við með hár ígræslu vel unna með 500 skónum frá betrahár.is sko, en þetta hérna Það er rosalega vinningur. Já, þú veist, ég vona eitthvað bold sack of shit vinnið það sko. Já, ég meina sko ég meina ekki, ég var að meina bold piece of shit eins og við köllum alltaf að vera grínast með. Nei, við höfum ekkert alltaf verið að grínast með það. Þú hefur ekki setur þetta á okkur alla hérna. Ég myndi vinna þetta, þá myndi ég bara. Það er ótrúlegt að samfélags sköllóttur hafi ekki farið á eftir allir. Já, það er stuttið það. Ég bara getur þurft að fara að kalla saman herinn. En við sko að gera, ef þú vinnur þetta, svo áttu 12 sköllóttur að vinni og þú hugsaðu bara, hverjum má ég að gefa þetta? Það er eiginlega bara að flippa coin. Segjum að þú myndir vinna núna í páskabingo á Blökkarsins. Hári í græslega fyrir 500.000. Já, ég þarf að gefa ykkur sköllóttur. Hverju myndir þú gefa? Ég get það, ég er með hár sko. Já, hvað myndir þú gera? Fyrst af þessu málar, ég myndi gera eitt. Blöð kendi mér daginn. Spurja hann fyrst hvort hann vilji. Og það Blöð var að segja það, allir að senda á, hörðu, hári í græslega og það er ekki spurt hann hvort hann í rauninni vilji fara í hári í græslu. Það skreif eitt. Síðan myndi ég finna hvern myndir þú spurja fyrst? Myndi maður ekki fara að setja í Insta-story hjá sig bara eitthvað, ég með ekki að Nei, náttúrulega, þú kannski vil Cocksucking Joe Jón Gunnar Geirdal var sko Akkur gleyma alltaf að tala um Sverri Bergman Kös, Hugi, Mike Svessi Sáðu þið Geirdal eins og með hárið? Já, oft Það var bara svo Brad Pitt Og sko Hvað var hann eftir að misti hárið þá? Það datt niður þrist Ég get bara sett núna Ég get keyrt Jón Gunnar Geirdal bara upp í 10 aftur með einu símtali. Bara hörðu, ég get ekki tekið undir það að dotti í þrist. Hvað meinum einu símtali? Ætlaðu að tala um að bjóða honum út? Ef ég vinn. Já. Þú náttúrulega vinnur ekki, þú ert að stjórna. Krakki minn er náttúrulega ef Eva Maler myndi vinna og hún veit alltaf ekki mikið á sköllóttu vinnum, hún er 11 ára. Þá alltaf bara myndi ég geta hringt í Landakös kemur líka til greina. Já. Eru talandu Landakös, brand new baby maður. Einnilega til hann ekki okkar besti maður. Kös og Debs maður. Já, nýbakaður, já, hann tvekja barna faðir. Já. Dagbjörn og Kös. Geggjaður, ekkert smá sætum. Geggjaður, og þetta hafi verið gaman að fá nýjan svona easy meðlum. Hvað, við erum að gefa honum ykkur 20 ár? Já, sko, ég sendi það á Kös, hann sendi mig myndi, ég bara til hann ekki þetta. Ég bara þessi kemur með okkur eftir 21 ár til AC. Herru, svo fattaði ég sko að þá það bara 2000, hvað var það, 47? Já, og við verðum ennþá að fara. Já, ég held að þá var ég búin að hendil hangklæðinu sko 2047. Já, var það ekki og 66 ára, ég get ekki. Ég get lofa að hangklæði var lengur komið inn, af því að þetta verðum náttúrulega fyndar og fyndar með hverju árinu, en málið er að hann er komið nýja sem er veistla, nýja rúlutölu hana. Býtu, hann kom hvað 17. ekki, það er þá nýja rúlutölu. Það er 17. Já, 18. mars síns Talandi Kös, það er skrítið tala aldrei verið rúlutölu tala. Ég var aldrei séðan að þetta Nei, það þekki allir, það þekki sko landið, þjóðin, landsmenn þekkja Kös, vita hvernig Kös lítur út. Hvernig var hann? Ég er náttúrulega kynnist honum. Hvenær misti hann hárið? Hann var eiginlega bara fyrstur á okkur sko. Já, erum við að tala um fyrir tvítugt eða? Já, hann hefur verið svona 21 eða eitthvað bara. Já, hann er svona testakall líka. Hann er svakalega testa. Sverri Bergman líka, hann getur farið Húgi menn, ég get búið til lista með svona 40-50 það er bara annað hvað vinur minn hvernig hár var með hvernig greiðslu var hann þegar þú hugsaður hann var hann með stall eina greiðsla sem ég man eftir á Kös, hann missir hárið það snemma, þá var hann með bara svona, já, stall þess að varst með bara sem úrlingur svona Prins Valiant klippingu og hann var ljósærður djúvöld hefði vilja hann bara blöð það var ekki fyrir mér Landakös var að blöð nei, hann er hérna a blöð með Swiss mouth en sko rosaleg mynd þetta er enda rosaleg mynd nú hefur þurft að vera í mynd til að já, svona var hann ljósærður voru þeir hrikalega flottir en mér finnst þessi mynd að vera tekin í gær þetta er svo fljótt að liða væri þeir líklega til þess eftir hreinskilin góð spurning, nei, ég held ekki ég held að hvoru þeirra myndi nennan þetta er bara að vera það vinsalt eitthvað þú fer á luxus
út á luxushótel í Tyrklandi að vera að degra við þig ekki svo að segja hvað við hessum sko. Nei, Pældi ég þetta væri í AC, þá geti 90% hóknum bara gert þetta í leiðinni. Þið eru allir eiginlega Gamblallir með eitthvað sárabindum hausinn, allir bólginu augurum. Hvar betur en þar? Ég bý. Hvar betur en Þetta er frekar þar? bara að gera það og njóta sko. Það er nógu erfitt að vera í AC í dauðadrukkin. Hvað þá bara nýkomnu aðgerð, bara allir bólginu og ógestur. Ég var alveg til að sleppa það sko. Og höfum þetta bara í Tyrklandi. Það er gaman að sjá hver vinnur hennar vinning og hver fær. Já, það er svo fyrir utan það. Þetta eru risa vinninga. Það er rúm frá Dorma, við erum með 100 krónu gjafabrif frá Ólís, við erum með 100 krónu gjafabrif frá Apotekinu og öllu þeim stöðum, Tres Logos, Tapasbarnum, Sushi Social. Þetta er enda Við erum með áskort í Sambíónum, við erum með PlayStation 5 12. Við erum með, þú veist, þetta er endalaust. Það var að senda myndana auðum einu henni Santino. Það er aldrei sett svona mikið að drastlinu þennan mynd. Þetta verður risabingo. Ég er að horfa á vinningarna það. Miðvikudaginn 1. apríl. Það er hægt að sækja spjöld. Það er enda gott að fara bara í það núna. Það er hægt að sækja spjöld strax. Við erum að gera þetta með góðum fyrirvara. Er það hægt núna bara? Ég held það, já. Ég ætla að biðja um að segja það núna en að auðum einu að klúsa Cash verið á þessu vinningu saman ég veit hvað þetta er mikið. Ég lofa ekki því að það er engin vinningur ekki neitt vinningur undir 100 skalli, örgulega miklu meira en það, þannig að þetta er allavega vel yfir 1 milljón. Þetta er vel yfir 2 milljón. Vel yfir 2 kannski, en skór. Svo eru sorglega fréttir, drengir. Chuck Norris farinn, maður. Já, það er ekki fréttir sem að þurftu að halda í það. Nei, á föstudegi, maður. Ekki það, skiptir kannski einhver máli hvaða degi, en þetta var ég meina, eðlilega gaman að sjá hringsparkamenn og hann er samt svona gallabuxum og Chuck Norris var aðeins fyrir okkar tíma. Við vorum að ræða þetta aðeins á hann. Steven Seagal er svona að toppa okkar þegar við erum úlingar sko. Chuck Norris er fyrir okkur aðeins eldri en Stallone og Arnold 4-5 ára með en Chuck Norris fyrir okkur er meira bara svona einmitt svona bara mýmin skilur frekar en kannski myndirnar. Já, ég hef ekki séð marga Chuck Norris myndir. En hann leik náttúrulega Expendables og svona mynd. Hann kom hann inn. Alvöru legend. Þú veist, en sko strákar, af því að þessi sorgadagur. Hann er margfaldur heimsmeistari í karate, sko. Hann var ekki bara að leika sinna að taka ykkur hringsparkandi ykkur grjótart. Hann mætti bara í bíómyndir sem fucking world champion. Það er eins og Jean-Claude Van Damme. Hann var líka að gata bökkað upp ekki bara, þú veist, lukkar í kameru sem getur lamið eitthvað bara gata í alvörinu. Já, ég er nú ekki Texas Ranger, ég horfði á það djöfull horfði á það. Ég reyndar, ég man eftir Texas Ranger. Ég er nú ekki vissum að Van Damme geti verið að lemja mikið að mönnum. Hann var lögreglumæður í Walker Texas og hann svo veist lamdi menn eins og harðfisk. Tjekkaði fyrir mig Jean-Claude Van Damme, hann var líka heimsmeistari ekki í einhverjum barða. Var hann ekki meira hann var ekki einhver pundgæði sko. Ég skal bara tjekka á það. En ég meina þessi gæjar voru þannig flestir maður. Ég meina Steven Seagal, hann náttúrulega er Steven Seagal er búin að vinna sem lögga. Já, hann er ennþá, hann er Akito meistari og er ennþá á ferðin. Hann er ennþá að poppa upp í hinum þessum gimmum að kenna fólki einhverjum dauðatrykk sko. Já, mynda mig með honum. Það var alveg a huge fan moment sko. Hvað kom, sko, ég horfði á okkur að mynd, sko, hefur þið séð nýjustu Seagal, ég ætla ekki að þú veist að ég og þú, við dýrkum báður Seagal. Þá er ég að tala um, þú veist, Nico, Hard to Kill, Out for Justice, þessar myndir. Endless. Under Siege 2. En hefur eitthvað séð þessar nýju myndir, þú veist, nýjustu 10 eða eitthvað? Nei, ég verður ekki, ég hef ekki séð Seagal myndir smá tíma. Það er alveg, sko, málega, það var einhver mynd að Sniper og einhver svona myndir þar sem hann er bara, þú veist. Jó, ég sá hann. Nei, þú veist, hann er í alveg, hann er bara íta mönnum og maður sér bara að vera tógað á með einhverjum böndum í byrtu og hann er bara, það er orðið stórfurðulegt, sko stemningin í þeim myndum að því hann, mannst ekki Out for Justice að mætta bara nokkuð pub og vera að berja menn með rosalega mynd. Henda mönnum inn í símaklefa Nico, rosalega. Já, Nico, þetta er þessar nýju myndir ekki alveg þannig, sko. Ég var að kynna með Van Damme að sérna og hann var alltaf mjög góður í karate og kickboxi með gríðarlega liðilega eins og hann sýndi öllum myndum. Var hann ekki meira í 5 leikum? Nei, hann á Evrópumeistaratitil í kickboxi en hann var ekki á hæsta level eins og Chuck Norris sem var heimsmeistari og hélt titli 6 ári röð á hæsta level. Hvernig finnst ykkur veðrið hérna úti núna? Það er frábært. Ég sé ekki bílan. Mesta ógeð sem ég á æði minni séð og fyrst ég gerði líka ég var úti ná hans, ég var heim á fjalli ég fór í bíl. Það er eitt að sjá ekki þróttaramerkið. Ég sé valla bílana sem er að keyra á Suðurlands. Herru strákar, út af þessu að því að það er sorgadagur í dag þá tók ég saman hérna 5 skemmtilegar Chuck Norris facts sem ég ætla að segja hérna í útvarpinu. Ok, gott með það. Þetta er svona smá hérna til hérna heiðra minningu hans. Og ég byrja bara á þessu hérna til mig. Chuck Norris
can sneeze with his eyes open. Það er þetta rosalegt. Af því að það er erfitt. Það er ekki hægt, sturglustarind. Það er ekki hægt, en hann getur það. Chuck Norris gata. Það er bara ekki fræðið. Hann gata, já. Þú ætla að reyna það næst í þér næra. Það er bara reynir. Hvað gerist samt að maður haldi svona? Það er... Já, nei, ok, ég get náttúrulega ekki haldið, ég þarf að halda það alveg í loki. Þú getur poppað út. Og festir þau. Það er alveg saman hvernig maður myndir reyna að halda hérna, þú getur ekki haldið. Þú veist að augunni fólki geta poppað út. Já, auðvitað. Þú getur poppað út. Viltu að fólk æli sem er að hlusta á þáttinn? Bara nokkra sentimetra, sko. Nei. Jú. Hvað, nærri og bara auga komið út? Þetta gerist ofta á bólabítum og svona. Ég held þú sett bara að horfa það svo mikið á teikna. Nei, augu geta poppað út. Ég er að segja það. Að þú nærrar. Já, í teiknumyndum. Það eru næsta. Þá fer ég bara í þessa hérna. When the boogeyman goes to sleep every night, he checks his closet for Chuck Norris. Þessi var dýrt. Þessi var classic. Ég sé þess að svona 6.000 sinnum, ég er alltaf gaman að Já, hún er mjög góð. When Chuck Norris touches water, he doesn't get wet, the water gets Chuck Norris. Hvernig var þessi? Þetta er rosalegt. Ég hef ekki heyrt það. Chuck Norris threw a grenade and killed 50 people. Then it exploded. Þannig að við samt drapa bara 50 með kraftinum, skilur við. Tökum við einu viðbót. Maður sjá. Ég er að lesa hérna hver er góð. Ég ættu að vera með þetta tilbúið. Já, ég er með nokkra svona hérna. Þetta er bara ég er að velja úr, sko. Það meina Steindi Vilur síðustu að þá ætla ég að fara yfir þáttaksins. Við erum með spurningarni, gerist annars Egil, hvað er við að tala um? Já, þetta er bara út af því ég hljóp út í morgunum á fjalli í þetta veður. Ég hugsaði bara, ég verði úti hérna. Þá takk ég bara 15 sekúndur að fara út í bíl. Þannig að ég er með King of Survival. Þá sé ég hugsaði bara leið út í bíl í morgun. Maður er alveg keppni sem ég til að vinna. Ég hugsaði bara, ég er ekki fara að lifa þetta af. Og svo er margt annað þetta sem fólk er að lifa af, þess að háu vexti og það er stríð út allt og nú þarftu bara að geta survive. Ég fann hérna góða strákar. Bigfoot claims he saw Chuck Norris. Endum að þessari. Þetta eru góði brandarar. Þetta eru góði brandarar. En hérna hvor okkar er með hærri stöð, eða lægri stöð eins og maður segir þá í kemni? Já, hvor okkar er svona meiri survivor, ég eða Steindi? Ég myndi Steindi geti orðið úti einhvern veginn bara á fjalli. Ég held hann svo bara líka. Svo finnst það bara til 4-5 mánuð undir ykkur tré sprelllifandi. Ég er með feldin. Þú myndir drepast á svona korter 20 mínútum held ég sko. Korter 20 mínútum? Þeir eru alltaf að vera svo kalt líka. Þú myndir bara, þetta er alveg búið. Ég degi ekki kulda á korteri. Já, ég degi með nokkra daga maður. Nei, þú ekki nokkra daga. Hvernig myndi gefast upp eftir korteri? Ég held að þú er helviti snöggur að gefast upp. Sérðu út? Já, ég geti lappað heim núna. Já, en málið er að ég held nefnilega, þú veist, þú gleymir stundum að ég er að miklu leyti með brúnafitu sem er að ég geti verið aðeins lengur í köldu. Þetta með brúnafitu? Heitir það ekki? Nú þarf þú að googla. Hann er með mikið brúnafitu. Það er bara eins og selir eru með og gefur svona þannig að ég er með forða. Það segir mér og sett með sama skinn og selur. Ekki sama skinn. Blöð er bara ekki með fitu. Nei, þú ert ekki með fitu. Hann er bara 60%. Hann er bara vöðvar og bein. Já, hvernig ætlar þú að nota það? Þú ert með gríðalega mikið magn af fitu sem það heldur að hita. Já, meira tala ég geti kannski verið. Þú getur ekki veitt neitt eða gert neitt. Nei, ég geti farið í 10 mínútur í sjóin og verið bara eitthvað, þvælast. Já, og svo getur hann líka að lifa það og eigi bara í marga mánuði. Já, því ég get alveg mist svo mörg kíló. Hvað forðallar þú að lifa á blöð okkur eigi? Hvað meinar þú? Af því að þú myndir missa. Hvað er ekki matur á það? Nei, ég segja, ef þú ferður þá er líka mann að ganga á fitu forðan sem er ekki í þín tilli, bara er ekki neitt. Nei, það er rétt hjá honum, af því að ef þú myndir byrja að borða þín bara ávexti og reyna að veiða ykkur á kókosnetu og eitthvað svona vesen. Kókosnetu. Þá væri, þú myndir grennast við það, skilur við. Þú myndir aldrei halda. Þú borðar ekki það í dag. Þú myndir náttúrulega grennast líka. Hvað er þetta að segja að hann sé bara með fitu forðar, hann endist bara í nokkra mánuði? Já. Nei, aldrei. Að því ég er með auka. Og svo er hann líka svona, svo rávar hann svona bara svona, hann er heima á sér öll kvöld, eitthvað rávandi. Ég reyndi að myndi deyju leiðendum, en Steindi með svona apan sinn á trommunum hann uppi, hann getur bara röllt einhvern og leiðist ekki. Ég myndi þess að Steindi bara að fara upp Everest, bara ráfa það einhvern veginn upp, svo rávar hann niður. Sigrún er fann að kalla þetta sko í sig komið með svona gamla kallaráp. Gamla kallaráp. Því að ég er alltaf svona kannski að horfa svo er ég að fara svona að rápa og kíkja á hvað er eitthvað inn í geimslu. Ég veit ekki, ég er eitthvað að kíkja eitthvað inn í svona rápa. Þú ert að verða bara nákvæmlega sem pappið minn. Ég er alltaf pappið þinn. Við erum með sturlaða staðnund. Ég er búin að reyna að koma þeim aðreikir, ég veit ekki hvað lengi. Nú koma þinn fyrir Tómas Steindós. Bubbi
Bubbi Mortens kemur í dag. Bubba. Það eitt kongur og það Bubbi Mortens. Hann ætlar að kíkja á okkur einn og eftir. Hann með bíómynd sem bara komna helgina. Og það ekki bara Bubbi sem nýja bíómynd, heldur Tónhildur líka. Þeir ætla að keppa hérna á móti okkur Agli í How Do You Do Fellow Kids. Já. Þú ert góður í því, en ég hef alveg trúið að við náum að. Ég með dagskólinn 1.000.000 á dag og hann góður í dag. Ég alltaf með spurningar sem ég hlakka mikið til að heyra svörum með. Já, svo Brandar Hot Seniors og kortmundur frekar líka. Já, þannig að það nóg að vera það eiginlega of mikið að vera. Og þannig á það að vera. Við reynum að komast yfir allt í Það átti að vera drauma föstudagskvöld United og Tindastóll. Það búið að fresta Tindastóllsleiknum. Átti að vera Tindastóll á Altanes. United í kvöld. Setjum við ekki á United samt og Já, Bournemouth úti. Svo erum við á morgunni í Hjammi.net kl. 11.00 með King Mike og Hjamma. Já, svo við veltum steinum og förum yfir þetta allt saman. Rosa helgi framöndan. Við komum inn á það að það einn kongur á leiðninga sem að hann átti nú upp á slægið í FNÍFM blöð í nokkra mánuði. Og þá var þetta lag nokkur sem spilað, en það þetta rándýrslag sem ég tengi við. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta lag, drengir. Þetta lag. Þetta heldur lag. Veistu hvað? Aldrei fór í söður. Þegar ég hlusta á þessi lög með Bubba, ég fæ bara flashback í gömlu Mosopartíin. Þegar, þú veist, Bubbi var spilaði náttúrulega bara 24/7, skilur í þessum partíum og ég fæ bara hellist yfir mann góða minningar. Ég held ég gæti ekki vali. Hvað besta Bubba-lagi? Er það Serbin? Er það Alkan? Er það Aldrei fór í söður? Er það Rómeo og Júli? Mörg lög Uppáhaldsslagið mitt er reyndar sýsti minna auðmýktu bræðra sem er nú kannski ekki eitt stærsta lagi hans, en það er í ruglunu af plötunni Kona. Þegar maður talar so many hits, þá veit ég ekki alveg hvað maður að segja Bubba sko. Nei, hann er ekki einu sinni sko í þeirri kategóri, hann er með það marga hits sko. Hvað er hann með marga? Ég meina hann áuruglega 50 hittar að það. Ég myndi ekki sko að Bubbi er yfir 500 lög. Og svona góða 50 hittar. 500 lög. Já, ég meina hvað ætla hann sé búin að gefa út marga plötur. Ég held að plötunar hann séu öruglega 30-40 plötur sko. Þú getur fara á 2 tíma tónleika með Bubba og samt bara okkur spilaði hann ekki þetta. Oftast ef ykkur að spila í 1,5 tíma þá komu öll bestu lögin. Já, ég ætla að spyrja hann á eftir, ætla hann að muna hvað hann er búin að gefa, og alltaf hann viti það líka. Ég held að hann sé búin að gefa út svona 900 lög spáði. Já, bara veltu steinum með hann. Já, hann kíkir hérna eftir, en ég ætla að fara í slúður, drengir. Og ég ætla að byrja slúðurpakkan á, það var Óskarsverðlaunapartí hjá Jay-Z og Beyoncé Knowles. Já. Þau hentu í svona eitthvað Óskars eftirpartí og þar mættu Justin Bieber og Usher sem voru nú bestu vinir hérna í gamla daga og unnu mikið saman. Þeir voru næstu farin að slást. Já. Celebrity beef. Alvöru. Já, þetta var svolítið þannig. Vittu hvað Nei, það er ekki komið í ljós hvað þetta var, en Bieberinn fór undan heim brjálaður og þetta var til að þetta svona eyðilaði partíði frá hann og þá vist eitthvað sem að svona miða við slúðri sem ég lesa, þá var eitthvað sem Usher sagði við hann. En svo hafa líka komið upp svona conspiracies að náttúrulega Usher og bara P. Diddy voru alltaf með Justin Bieber bara þegar hann var krakki, þetta komið alveg svona dark líka, hvort þetta verið tengt því eða eitthvað, ég veit það ekki, vona ekki. En allavega þá lentu þeir í alvöru svona rifrildi sem endaði næst í slagsmálum og þurfti að halda þeim bara svona í sundur. Þetta var ekki AI hérna, maður sér mikið að myndum núna. Sko myndir gætu verið AI. Já, ok, já. En þetta var samt vesen. Já, þetta var þannig að þeir voru næstu farin að slást og það voru fullt af vitnum af því. En talandi um AI, þá þakka ég fyrir þennan punktin, Egill, því að þetta er góð tenging inn í næsta slúðumóla. Takk. Zendaya, sem er nú örugglega orðin bara einn stærsta, heitasta bara leikona heims í dag. Hún er að leika í nýju Spider-Man-myndinu, hún er að leika í Dune 3 og er einmitt trúlofuð honum trúlofuð Spider-Man. Sem að Trúlofuð Spider-Man Tom Holland sem að leikur Spider-Man. Tom Holland og hérna Kardashian. Nei, Zendaya. Máttu að kalla hann bara Spider-Man. Já, ég glemdi nafnum sér smá stund og nafnum hans er ekki einni. Hann er neighborhood hero. Það er rosalega titill að vera Spider-Man. Sko það er rándýrt að vera með samakátt með svona á bakinu bara Batman, Spider-Man, Iron Man. Já, það ég held ég myndi samt ekkert mikið vera montum og ég sé Aquaman. Er hann eitthvað? Sko Aquaman er alveg, jú, þú myndir alveg gera það, en
Þú veist, en svo eru líka alls konar hvað heita er aftur Ant-Man er örugglega svona sísti til sko. Nei, ég er ekki með Þú vilt freka vera Ant-Man heldur en Waterboy Ok, þú vilt miklu freka vera Spider-Man eða Batman heldur en Ant-Man Já Herðu, en ég ætla að fara í slúri Ant-Man getur samt sko, hann getur minkað Og líka stækka sig en það er ekki frekar Já, það var eitthvað í mynd 2 Það var eitthvað risastór Hvað heitir það? Green Lantern Já, Green Lantern, hann var reynda svo náttúrulega hann lék Ryan Reynolds sem lék líka hvað heitir hann í rauðabúningnum Deadpool Það er alveg, þú myndir alveg vera stoltur með nokkra sko, það er nokkuð ljóst Spæta mann einna heim Þú komst inn á AI hún var í viðtali núna hjá Jimmy Kimmel, hún Zendaya þar sem hún talaði að hún hefði fengið endalust af skilabóðum frá vinum og fjölskyldu sem voru brjáluði yfir að hafa ekki verið boðið í brúðkaup hennar og Tom Holland En ég held þú allar að segja á forsýningun og Spæta mann eða eitthvað Nei, það af því að AI sett af stað myndir sem voru það raunverulegar að það fengu yfir 12 miljón likes á Instagram ekki á hennar þannig að þau verið búin að gifta sig og myndirnar eru það raunverulegar og flottar að það heldur allir þetta væri ekta og þetta fór bara út allt bara þau eru búin að gifta sig og brúðkaupið var svona allir í fílu þannig að þetta eiginlega segir okkur hversu raunverulegt AI er orðið að bara fjölskyldumeðlimir voru brjálari og ekki verið boðið í brúðkaupi en ég meina einstir hingur lítur að kveikta á þessu hafa ekki verið á staðnum foreldrar og fullu frændi og eitthvað svona fullu frændi brjálaður og farið beint að hendi status bróði pappinar eða eitthvað svona kjafta svo er þetta Heidi Klum ég tók hana nú bara þegar við erum að fara í partíð Já, herru, við skulum tala vel um hana hún er að bjóða okkur í partí, Halloween partí Já, en ég held að þú og hún gætu heyrir áfatna í Halloween partíinu sem við erum að fara í oktoberstendi Það væri ólíklegt Með Rúrik, nei, því að hún hefur greint frá því hún sé með ADHD og hún lítur ekki á greiningur sem hindrun heldur styrkleika, alveg svo þú þannig að ég held þess að koma með góðan punkt til leið og löpum inn í partíð þú mætir þetta sem Dr. Phil búið með aðeins og marga og segir til og með segir, hei, ég er líka með ADHD en ég get alveg sagt þér eitt að í fyrsta lagi hef ég aldrei sagt vera með það þið segið að ég sé með það þarf eitthvað snilling til að sjá það ég hef aldrei sagt að ég sé með það við erum búin að greina þið með það ég veit það ekki kannski sem ég sagt það Þetta er líka topic bara við Heidi Klum hvernig hennar einkenni eru og svona, þetta verið geðveikt topic við með að blöða hlusta á sko. Ég held að Danny DeVito aldrei sagt sjálfur hans er lítill, við bara sjáum það ég tala ekkert mikið um það Nei, hann har aldrei mest einu orð á það Það er nú eitthvað að hrjá Var hann að deyta Madonna? Danny DeVito? Aldrei Hann er þannig að hæðin var ekki að stríða honum þar sko Var Danny DeVito og Madonna par? Já, veist hann bara, þau fóru ég skal spyrja í beddan saman Ég skal spyrja Danny DeVito og Madonna have never dated Nei, já, þau fóru í beddan saman Já, hvað, varstu það? Nei, þau voru ekki að deyta Allavega þá erum við komið með gott umræðefni fyrir partíistendi ADHD, það er sem sagt tauga þroskaröskun sem einkennist meðal annars af athyglisbresti, hvatvísi og ofvirkni en hún hefur rætt á opinskátt hún Heidi Klum hvernig hún tekst á við ADHD í daglegu lífi og stemning sem að við erum komið svona við þurfum eiginlega að vera með þér og segja henni bara svona hei við bara byrjum vinningu fyrir það verður skrítið að opna þessu þetta verður geðveikt umræða líka ég held að það sé miklu frekar að löpum og segja bara takk fyrir að bjóða hún er ekki að bjóða okkur en takk fyrir að leiða okkur að vera þetta eða herru við áttum að skila frá Rúrik takk fyrir að bjóða og taka þrjá með Það eru talandur Rúrik, þú komum að sjá nýju auðlýsingaherferðina rosalega hann er ekki ómyndalur Með Íslandsbanka, það er, veist, okkar besti maður Heiðar byrjar við það bang það sko Sæna sexy rú Í herferðina þá er þetta bara uppáður Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins-drengir var hann ekki bara nokkuð góður? Jó, ég held þetta sé bara þriði pakkin var náttúrulega skrítinn það var bara því að við erum að leiða í partíð ég er mig grunar að sé eitthvað stærri í gangi
Já, bara því að við vorum búin að fjalla Chuck Norris í fyrstu innkomi. Þetta var slúðupakki dagsins, við ætlum að fyrir auglýsingar. Hér strax eftir auglýsingar dagskrárliðurinn milljón á dag og það eru góða spurningar þar í dag. FM 957 Rándíslag hér í FM 95 blöð 50 Cent in the club. Já, in the club. Ég gleymi ekki þegar þetta lag kom út. Við höfum rætt það hér áður. Það var svona groundbreaking lag. Já, það var að viðkynast. Þetta er bara Get Rich or Die Trying. Þetta er bara plata sem að bara Hann er bara hættur ekki á tónlist. Já, helviti langt sem að koma eitthvað lag frá 50 Cent. Já, hann er bara hættur. Hvað, hann náttúrulega er orðin 50. Hann náttúrulega er líka bara að pakka öllum sem gæjum saman á Instagram sko. Hann þarf ekki að gefa disslög. Hann þarf bara, hann gefur bara heimildamindir. Hann hendur bara eitthvað funny memes og Já, en drengir, ég er að henda ykkur í dagskrárliðin milljón á dag. Já. Ég náði, þetta eru að mínum mati skemmtilega spurningar og ég er forvitin að vita hverju þið svarið. Er þið tilbúinir? Já. Og þið náttúrulega þekkir reglur. Þið fáið milljón á dag og því bara fleiri dagar sem þið þraukið þetta. Því fleiri milljónir. Já, gott koncept. Já, fyrsta spurning, milljón á dag. Þú mátt ekki setjast. Mátt ekki setjast. Já, en þú mátt standa og mátt liggja. En gefur þú grænt þegar við erum driving eða? Nei, já, herðu, þetta er góð spurning. Ok, ég skal gefa leifið, þú mátt keyra á milli. Ekki að maður standa á kerru aftan í og einhver keyri. Nei, þú mátt sitja og keyra. Það er eina, þannig að þú mátt fara á milli staða. Þannig að þetta er svona kósi hestakerrum sem eru, hefur ekki keyrt fram hjá bílum sem eru með þannig. Með hestar eru inn í svona, eins og litlum gerðum. Fattur þau? Hestakerra, hestar standa náttúrulega. Nei, hestar setjast ekki inn í bíla. Þeir standa. Já, og hvað ætlar þú að vera bara í kerrun aftan? Já, ég segi að það mætti ekki setja og vera inn í svona þannig. Ég ætla að leiða ykkur að komast á milli staða. Sko, þetta er aðalega bara að setjast það ekki í vinnunni. Sko, ég er með standandi skrifborð í sporthúsinu og þú ert að standa allan þáttinni hér. Stendur þú allan daginn í vinnunni þar eða? Nei, ég er með svona 50-50 rotation. Það sem ég En svo bara þegar þú ert komin heim til að borða, þú ert að standa og borða, þú ert að leggjast bara upp í sófa, þú ert að horfa á eitthvað. Þetta er mest sko, þú liggur bara í sófanum, það er ekkert mál. Ég er búin að hugsa standandi skrifborði í allt mitt líf. Þetta er alveg út að borða. Það fyrir út að borða og þú veist, líka að ferða fund. Það að beigja þig niður. Nei, þú getur staðið við barinn, borðað á barnum. Það er eðlilega góð lausn sko. Það er að borða á stað sem er svona koktelborð. Já, þeir sem eru með þér út að borða hann ekki vera þar. Maður væri alltaf með upphækkuð borð heima á sér. Þú veist. Já, býtu, hvað ætlar eiginlega í marga daga? Já, þú meina, ég held að þetta var einhvern veginn alla ævi. Nei, það er milljón á dag. Ég fór að hugsa að þetta eiginlega bara alla ævi, sko. Ég fekk bara innfart. Ég er samt hérna, ég er að manna upp í svolítið marga. Já, víst að ég var komin inn á alla æfi, þá get ég allavega að tekið hérna 10-20 ár. Þetta er aðalega bara, ég fer ekkert oft út að borða heldur sko, þannig að það er ekki það segir maður Björki Tór kallið á fund og segir fá þau sæti og segir nei, herri, ég ætla að standa. Það er kannski bara power move. Já, ég er það bara í lagi því vegna að ég leggist einhvern veginn bara magan. En þú mátt liggja náttúrulega. Akkur þú getur bara leggja á hlið og það er satt skrítið, viðskiptafund og liggur á gólfinu. Nei, sko, minna eins og í Japan þá situr ofta á gólfinu. Það er bara að setja. En reyndar að þú ferði eins og á apoteki þá eru svona básar, þú getur leigið og borðað. Ég meina það er ekki bara standandi, ég veit, þú tekur bara fundin á gólfvellinum. Það er, þú veist, menn er að taka fund á gólfvellinum. Þá ættu lappandum. Hann segir múið sett kallarinn á fund. Já, reyndar, þá segir bara má ekki standa. Það er kannski ekki flóknar. Já, ok, þetta er kannski ekki að flókið og þetta væri. Ég meina, það er ekkert svo slæmt að liggja og borða, sko. Held ég. Líka borða? Ekki á leggst, segð bara einhverja pullur á gólfið. Myndir ekki alltaf standa? Nei, ég myndi örgulega að setja bara einhverja pullur á gólfið og leggjast bara svona með annan olbúan. Þú er átt staði að hámiði pullu. Já, ef ekki að setja bara pullu. Nei, ég myndi bara blanda sér saman. Liggja líka, það er ekki erfitt að liggja og ég meni, ég hef oft legið upp í sófa og með eitthvað á bringunni sem ég er að narti, sko. En það er kannski erfiðar að liggja upp í sófa og borða með hníf og gafli. Ég er bara að taka 30 daga. 30 daga? Náður í 30 milljónir? Já. Steindi? Ég ætla að taka þú veist, ég er alveg til að taka einhver ár í þessu, sko. Ár? Já. 3 og náður í miljard? Ár í þessu? Bara ekki spurning. Miljardur hljóma vel, 3 ár. 3 ár? Já, ég væri til ég. Á móti 30? Það væri gaman eiga miljard. Mátt bara setja í bíl þá, eini stíma sem að setja. Annars þarf alltaf að standa. Það bara standa að liggja. Ef við þyrftum alveg desperately að setja, myndi ég bara keyra til Akureyrar og tilbaka. Við vorum undirbúið lífa í dag. Þú ert að standa allir tíman. Þú ert að standa núna í þættinu. Nei, þar hefði ég til og meins alltaf leið
Þeir myndu að græja bara standandi skrifbór fyrir þig. Þú ert alltaf að preppa hana. Já, en ég hefði bara legið. Legið í bástum. Já, bara legið á stólum. Þú veist, þú setur 2-3 stóla saman og leggst bara. 3 ár. Ég chill oft þannig, sko. Já. Þá er það næsta spurning. Milljón á dag og mátt bara borða nammi, ekkert annað. Þetta væri létt fyrir mig, þetta. Nei, samt. Eru saltstangir og snakk nammi? Nei. Fer það ekki inn í það? Nei. Nammi, ertu að tala að fara bara í... Þú veist, þú þarft prótein og annað, sko. Má þetta vera próteinnammi fyrir stenda, annars ekki. Ég meina, þú getur ekki prótein súkkulaði. Já. Já, en byrju, hvað er rýtsið? Akkur mættir ekki fá þér bara Doritos-póka og Af því að snakk hittir nammi. Þú mátt bara borða nammi. Já, bara gamla Þetta er góða alltaf ríkalegt. Bara hlaup, súkkulaði, Þú breytir lakkrís. fyrir þér alla daga. gamla góða, blandi póka. Sko, þetta er alltaf. Ég skal gefa ykkur að þú mátt alveg taka hitt með, þú mátt, nei, eða hvað. Já, sko, Ok, þú mátt taka vítamin. að því að málið er það, að maður getur, þú veist, Nei, samt ekki, þetta er bara nammi. þú veist, að þú getur heilan póka nammi, sem er langt síðan ég gerði, sko. Að því að ég fyrir að kaupa mér nammi, þá kaupa ég mér mjög mikið nammi, og svo kem ég heim og ég get bara 1/3 pókanum og ég bara einhvern veginn líður hræðilega. Það er ógeðslegt að vera sattur á nammi. Já, ég lifið sér nammi, sko. En þú veist, sko, það er samt mismunandi, það er erfitt að geta kannski ógeðslega mikið að bara saltpillum. Það var bara þvíleikan brjósviður og bara... Þú þurftir að vera að dreifi þessu. Já, þú þyrftir að vera í Jello Babies, köllunum. Já, þú mátt bara vera í súkkulaði, sveppunum. Nei, Egill, nú ert þú engaþjálfari. Jello Babies. Hvað mættur þú gera þetta lengi á hans að þetta er bara... Á hans að bara áður en líka minn fyrir að... Þetta er ekki gott Skellir lás. Helsuna, það segir sjálf, sko. Þetta er aldrei gott fyrir heilsuna, en ég held þú getur gert þetta alla ævi þess vegna og á hans að sé lífshættulegt. Bara nammi. Ég meina, Drekka bara vatn með þig? Líka minn er bara drullu öflutt fyrirbæri, sko. Þið megi drekka hvað sem er, en þetta er eina sem við borða. Já, ég, sko... Hvað ætlar að taka marga daga? Ég myndi ekki hafa mikla þólum að held ég þetta, ég sé 3 daga, myndi ég held ég bara algjört ógeð. Hvað byrja? Hættu þessu. Að borða candy, getur ímyndaðar að borða candy bara og ekkert annað? Í 3 daga, þú færið milljón á dag, hættu þessu bulli. Þú tekur alltaf allavega 10-20 milljónir. Þrauka það alveg. Slusti ekki á þetta. Þú fær svona ógeð, liðið svona að þú langar ekki einn annað súkkulaðibit og horfa á hann og bara Það er hlaup. Sko, það stendur sko, gervigrindin sem er nú eiginlega 4. meðlumur í þettunum er að segja að þú getur alveg tekið nammi í nokkra vikur, jafnvel mánuði, en þú getur ekki lifa á því. Þú veist, á einhverjum tímapunkti þá verður að hætta að geta nammi og byrja að borða vennilega mat, sko. Hvað ætlaðu að taka marga daga? Þetta er skynsilegt á gerðingöndinni, eða? Já, en hún hefur ekki alltaf rétt fyrir sig, sko. Það er alveg búið að koma upp mörg dæmi þessum hún er Þetta alveg út myndi að henda þér mjög vel, þetta mataræði, sko. Það myndi fá ógeð. Já, maður myndi fá ógeð, en ég gæti þetta lengur en Egill, sko. 3 daga, skrítnasta svar sem ég heist. Ég tek alltaf 10 daga. 10 daga, ég myndi taka hálft ár. Hálft ár. Nú væri heldur gaman að spónsa þetta koncept. Myndur þú taka 100 og bara 80 daga? Já, fyrir 180 milljónir. Já, þetta er alveg Hálft ár. Hálft ár að geta bara nammi. Já, og ég myndi geta náttúrulega frekar lítið. Ég myndi ekki fara að geta með satan á namminu allar máltíðir, sko. Ég myndi sleppa morgumat. Ég myndi geta bara einu svona dag. Já, í hálft ár. Í hálft ár, það eru fullt af fólki í því. Og 3 dagar er þér. Þú veist, fullt af fólki að geta einu Ég svona myndi dag. ekki meika hálft ár, það segir sjálf, sko. Það er að halda þér við þína 3 daga. Pálmi Gesson, stórleikari og góðu vinur minn, hann fastar reglulega og léttilega í viku í senn, sko. Það er auðveldar en að borða nammi. Þannig að ég hugsaði bara akkur þá getur maður fasta í viku, svo getur þú bara nammi í 2-3 daga, fastar í viku. Ég getur nammi í 2 daga, fastar í viku. Það er líka skárra fyrir þig en að geta nammi alla daga. Ég hugsaði það, sko. Það er eiginlega skárra. Þú ert að finna loophole á þessu konsepti. Já, ætlar að halda þér við 3 daga. 3 dagar og hálft ár. Ég ætla að halda mig á hálft ár. Ok, þá er það síðasta spurning, milljón á dag. Þú mátt hvorki míga né hæja þér í klósett. Þú mátt vera með pappir á þér allt sem þú ferð. Hvað takk ég marga daga? Pissi pappir. Nei, pissi pappir, þú náttúrulega pissa bara út. Ég er að segja það. Ég ætla að segja að maður bara hæja sér og pissa í pappir. Nei, þú ert með pappir á Það er þér. miklu erfæri spurning. Ég er basically að segja að þú mátt Nei, þú mátt skeina þér. En þú mátt bara ekki kúka í klósett. Hvað er allir að, þú veist, allir að hæja þér þá? Það er bara einhvað sem að þið þurfa að finna út úr. Var í fötu aukstar? Já, það er heima hjá okkur til þess.
kúk í fötu og svo reyna í rauninni bara Þetta fólk í Grænlandi gerir það alla daga sko. og svo mættur þú stört, ekki í allstaðar Það er á nokkru í stöðum sveitunum kannski Blöðu bara í Grænlandi, þetta kúk í fötu Ég, það var bara fattaðar Það er engin lígi hjá allir Nei, Það er reynda 12 ár síðan Að kúka í fötu Nei, það eru 20 ár En sko, ef þú ert í svona aðstöðu þar sem þú getur, þá myndir þú væntanlega ef þú myndir smíða klósett, þú veist, svona kassa með hólu, fattar þú? Ég er ekki að djóka, ef þú myndir smíða bara, það er ekki það flókið að smíða svona. En hvað ætlar að gera? Já, en hvað ætlar að gera núna? Þú ert í vinnunni Já, þá ertu í vesinni. Við bara, þú frækt dæmið, þú varst einu svona hægjar hérna, ég kallaði að þú ætlar að berja mig Ég ætlaði náttúrulega ekki að berja þig, en ég var mjög sár út í þig og en málið er að það var ef þú myndir gera svona kassa Hvað ætlar að gera út ellendis? Þú veit bara með póka með þér en það sem er hægt heima hjá þér það eru flestir sem er eina tíma að setja hægjarnar sína sko. sem við gerum þetta bara Hvað ætlar að gera út ellendis? Það er ekkert allir sem er að kúka í vinnunni á sér allan daginn flestir tíma setja þetta bara að kúka á mótana eða Ok, segjum mér bara hvað ætlar að taka marga dag Já, mér var þetta bara, þetta var óvinnulegu dag Aldrei að Reykjavík sítið sem er sama topic núna Þau eru að tala eitthvað miklu furðulega sko. Hvað Hvað er að hugsa marga daga þetta? Ég var að muna að það kom nýtt spjald daginn í blöðspilin Það er alltaf að koma nýjar hugmyndir að spjöldum Bylgjulestin Það verður rosalegt spjald Tóki Ástvalds og Ívar og allir Já. Sko þetta myndi ég Þetta er farið dagar en nammið dæmi sko. Ég get ekki staðið því Hvað, það er einn dag? Já, þetta er alltaf algjört ógeð Þú þarft bara basically svona kassa smíða kassa heima hjá þér og ert með sag þá setur þú sagið yfir og í alveg það er gert Það er köttur Já, bara eins og í veiði kofum og svona þá kúkaru og svo er bara sag sett yfir og svo ferðu út með af og til út sko með fötuna Hvað ætlar þú að taka marga daga stundi? Þegar það er búið að fyllast Sko ég ætla að taka 2 Ég er gæðilega við það bara að ég þurfi ekki að hægja mér þessu 2 daga Leysa þetta þannig Ég er ekki að fara að hægja mér hérna út á götu eða 2 daga Eins og Sveppi mér hann hægði sér hann að hélt í tré og fór í dokki og skeit bara 2 metra Það var með búin að vera með matareitur í 11 daga það kom ekki fram í þáttunum Hann myndi rúla sig að færi bara út og myndi halda í tré og svo myndi að gera nákvæmlega sama Sveppi geti reyndar alveg að lifa án klósett sko 2 dagar í Agli, hvað er það hjá þér, Steindi? Hvað ætlar hann á í Ég myndi að tíma setja þetta með fæðunni og vera með kassan heima og ég ætla að smetla á þetta ár í ströggli Svo er ekki mála mjög út í garði Nei, þú ætlar að sleppa að ferðast þá bara Þú ferði ekkert ellendis Nei, þá myndir þú náttúrulega að það er ömurlegt að vera Já, í ár Það er ekkert mál Þú ert bara basically til vinnaðan í 1 ár núna Já, bara út með milljón dag Heldur að fjölskylda mín myndi ekki skilja það Ef ég fer út í garða míga og láta þessu kjáni Ég heldur að þau myndi alltaf vera bara, þetta er bara En þá myndir ekki vera skemmt Takk fyrir okkur að þú takir þetta á þig Þú ert fyrir að takmarka vinnuðina líka Nei 100% Akkur segir það? Akkur segir það? Af hverju segi ég það? Hvað þarf að gera þú þarft alltaf í tökum eða eitthvað? Já, þú veist, í tökum eða visslustýra eða eitthvað Já, þá nærði yfirleitt samt að fara einhvert bara og stökk út og míga En það er erfiðar að þú þarft að gera náttúrulega tvistin Það er sem ég er að tala það er að vissinni En verður það samt ekki orðin og drullu klári í þessu Þú bara rýfur upp einhvern einnótapoka, kúkar í hann skeinir og gerist allt á 3 mínútum og þetta er bara einhvern veginn út og hann góður í þessu Allavega hann ætlar að taka ár Það er heldur flott En það var það er snillingur sem var að gefa út plötu sem kom út í dag Það er nú bara helviti erfitt að velja hvaða lag við erum að spila hérna Þú er það þakklátt að fá núna Bubba bara inn með einhverja visku eftir svona umræður sko. Bubba er að koma inn með visku en Þormóður var að gefa út nýja plötu sem heitir Meira og ég er að spá að henda hérna í Fuck It Það er herra Hnetusmjör, Þormóður og St. Pete Maður spila nokkuð lög af plötunni þetta tilenga Þormóði geggjuplata hjá honum Þetta er rándýrt lag Þetta er FM FM 957 Alvöru lag hér að ferð og já, það er líka komin alvöru gestur hingað í stúdíóið Þeir voru byrjar að ræða boxið Já, það er nú ekki margir Íslendingar sem geta kallað sér kongin En hann er einn af þeim, Bubbi Mortens, verður velkomin Ég er ekki einn af þeim, ég er bara sá eini Þú ert kongurinn Já, við höfum oft rætta í þessu þætti Ánskota sá er eitthvað að smælta mann hérna Alls ekki Nei, hann er kongurinn Já, og já, fyrsta spurning er alltaf, hvern ertu, Bubbi? Ég ætla bara að segja bara ég er frábær Ég finn alveg ég er eldast Já, ég meina, come on Þetta er lögmál Ég mun deyja í formi Já, það er eitthvað sem þú sagt með það oft með þess og það er bara, það er markmið og svo er ég búin að sem sagt
kastaði út í lofti sko, ég ætla að halda tónleika aftur nýraður Já. og Rísa tónleikar í sumar, náttúrulega 70 í sumar. Já. Lítur vel út, Bubi. Þú ert að djöflast á fullu alltaf. Ég sé enga munaði núna bara fyrir hvernig tóku við tónlistamenn okkar, 5 árum, 10 árum. Bara þú lítur alltaf eins út. Já. Það er vel gert þér. Já, þú veist, ég veit það ekki. Ég fer í speilunum mótnana og ég kippist við og þú veist, ég sé ekki mig, ég sé pappa. Shit, maður. Vá. Þú veist, en ég er að eldast, skilur mig. Og allt það, en ég er hins vegar, þú veist, eins og Bruce segir sko, no surrender. Þú veist, ég gefst ekki upp. Nei, og það er gríða mikilvægt ég þreytist ekki á því fólk á mínum aldri á að fara að æfa borða lítið en borða rétt og þess vegna taka stera vegna þess að þau eru löngu farnir og líkamann og hvað sem er hjá gömlu fólki og æfa og hafa gaman að því þú veist, æfa þungt tvisvar í viku og svo bara úthald og léttar æfingar 4 sinnum í viku. Sko ég sá að það er að koma bíómynd núna eftir, kemur 27. eða ekki? Jú. Í bíó. Já. Trailerinn, af því að þú talar að þú ætlar að deyja í formi og meðan trailerinn mjög fallegur en þar þú ert svolítið að ertu farin að hugsa mikið til dauðans? Já, auðvitað. Það er bara þannig. Þú ert að huglega hann. Já. Þú veist, þú ert að mæta honum. Þú veist, lífið og dauðin eru par. Og þau eru ástfangin og þú eru að mæta dauðanum þú veist, ég ætla ekki að segja Guð minn góður og lendi kvikast, ég er að fara að deyja nei, ég er bara hugleiði dauðan ég er bara, þú veist, ég er löngu búin að losa mig við það að verða hræddur eitthvað við dauðan, eina sem ég hræðist er að verða veikur en dauðin hann sko, þegar við fæðumst og ekki nú þegar við getnað er hann mættur hann er í blóðinu og við erum dauðinni forritaður í blóðuð okkar og Born to die, var það ekki einhver lína? Já, bara, þú veist, þannig er það og þannig að ég er búin að huglega dauðan í nokkur ár ekki, og sko út frá því að hann er óumflýjanlegur og þú munt deyjast no matter what og það er sögusögnum mann sem hefur sigrast dauðan að það er engin sönnun fyrir því og hann heiti Jesús og það er eini maður sem vitað að hafi eða er sagt að hafi lifað af dauðan komið tilbaka en svo er nú fullt að liði að segja núna með hjálp gervigrindarinnar að þá er þið hægt að lifa mikið lengur það er allt annað mál ég meina við erum að lifa lengur nú þegar börnin okkar ef þau lifa rétt og allt það, þau geta verið það er ekki ólíklegt að börnin þeirra verða 100-110 ára mér finnst það bara mjög líklegt var það ekki Móses, hann var 120 ára og en aðalmálið er að það er að fagna þessum merku tímamótum sem er í nánd þegar þú deyrð og sem er magnað ævintýri og fæðingin og vera hræddur við dauðan þetta sko, af því að lífið er forritað í okkur við erum með forrit í okkur þeist, meðan við erum að deyja þá er bara herútbáð það er systemellart við verðum að bregðast við þessu en hugurinn okkar hann á bara að taka móti þessu fagnandi sko og ef þú ert búin að eiga gott líf og ert ekki allur kvalinn og í tjóni sko þá held ég að þetta sé bara nokkuð spennandi augnablik að deyja og svo var ég að lesa merkilega grein að Rússar eru búin að vera að rannsaka dauðastundina núna í 20 ár og þeir segja innan gæsalafa, þeir segja að þeir séu búin að finna út hvað gerist þegar þú deyrð og þeir eru búin að finna plánetu þar sem að orkan okkar fer og þá er gaman að leika sig með er það paradís eða og er það þess vegna sem að fólk talar að það hitti þennan eða hinn Trúið þú á lífi eftir döðan? Ég trúi á
sem sagt að það sé á orkan okkar lifi. Síðan það þessi spurning sko núið, framtíðin, fortíðin. Einstein segir þetta sé sama augnablikið, það sé ekki til tíminn ekki til. Og ef við reiknum út að tími sé ekki til, nú þá mjög líklegt að pabbi minn sé lifandi annar í vit við hliðina á mér. Skilurðu mig? Já, þetta er djúpt. En að fara þangað, mér langar frekar að semja lag sko, en að vera pæla djúpt fyrir mig. Gætum verið í einhverju metaversina. Við spiluðum hérna aldrei fyrir sögur áðan, fyrsta lagi í þættinum, og voru að tala bara how many hits, so many hits. Hvað við vorum að fara, hvað heldur þú að við sami mörg lög á lífsliðinni? Já, gefið kannski út. Já, gefið út, já. Veistu svarið? Gróflega, svona 860-70 útgefin. Jesus Christ. Það er rosalega. Þá voru plöturnar, hvað ætla þetta séu marga plötur, þú veist? 860 lög. Já, ég er að vinna með Halldóri hérna fjallaprófur. Já, sko. Við erum að, ég var að klára plötu með honum. Ég er búin að fá að heyra nokkuð lög. Já. Og sem bara full kláruð, og svo ég byrja ára næstu, en við erum með til að vinna úr upp í stúdíói yfir 70 lög. Já. Finnst þér þetta ennþá alltaf gaman? Já. Annars sko væri ég ekki með 70 lög upp í stúdíói. Ég sem alla daga. Þú veist. Hvar? Bara þegar þú vaknar bara heima? Já. Ég þarf bara gítar og síma. Skilurðu mig? Og ef ég opna síman hérna, það er í gamni, strákar, þú veist, inspiration fyrir þá, og svo ég sé ekki að ljúga, þá sérðu hérna 606. Nú er prófa að spila hérna fyrir okkur. Það er eitthvað átt að kaupa súrmjólk og eitthvað svona matar. Hvað segirðu? Það getur verið með alls konar nótur. Nei, skiljiði mig. Þetta er hérna. En þegar þú semur Bubbi, þá kveikir á þessu, ertu að semja að þú veist spila á gítarinn, en með textana, ertu að setja það á blöð, ertu að skrifa þetta í síman, tölvu, hvernig gerir þetta í dag? Texta sem ég sko, það er misjant, stundum sem ég lag á undan, og ef ég geri það, þá þarf ég að finna lagið í textánum. Já. Skilurðu mig? Já. Þá ég bara eins og myndtökvari og horfa á grjót, og ég er bara svona, hvar er myndin í grjótinu? Já. En síðan er hægt að gera eitthvað annað. Hérna er bara lag sem ég samt í gær, eða fyrradag. Lögugreira. Hérna, bara, þið leiður herra byrjunina bara. Þetta er frumflutningur, vil ég menna. Við skulum förum í, ekki þetta, förum í, við skulum fara í annað, við skulum bara, þú veist, þetta þarf að vera eitthvað viti í þessu, sko. Hérna. Ertu þannig bara svona að prófa það áfram? Nei, ég er með alveg skrúttunum bundinn. eins og þetta lag þú ert væntanlega búin að hugsa texta, er þetta bara að koma þarna þessi texti tilbúin ekki á lagi? Já, hann er klár. Já, en sko ég sem lagi fyrst. Það standi ég lagi fyrst og hlusta svo bara á og setur inn. Já, svo bara í rauninni tek ég tímalengdin á laginu, taktinn og bilinn, og þá þýðir ekkit fyrir mig endilega að sko fari einhverja rosalega pælingar og langa línur eitthvað. Þetta lag býður ekki upp að það vegna þess að skrútturum á kominu undan, og ef við heyrum hérna þá getum við séð sko, sem sagt, ef við förum í hérna, þá förum við í og þá kemur skrútturinn var til á undan og hann kemur heldur hérna.
þetta er geðvægt þetta er svo allt Skilurðu? En hefur að stundu verið þannig Bubbi, þú ert kannski að keyra eða eitthvað, þú dettur bara einhver setning í hug og er bara ok, þessi setning er geggjuð, ég ætla að byggja utan á Þá fer ég með hana beint í síma Já, algjörlega, vegna þess að sko ef þú fær hugmynd og eitt listamaður og ef þú grípur ekki hugmyndina þá möntu heyra hana að sjá hana hjá okkur öðrum eftir mánuð, eftir 2 mánuði en það mun gerast og það er viðbjóður að lendi í Hefur það lendi í? Það er bara hverju gerði ég þetta ekki einhver annar sem tekur þetta vegna þess að þetta er bara í loftinu og þú verður að grípa augnablikið þess að ég vakna klukkan 6 fyrir ræktina, æfi 2 tíma tek gufu, fer heim og byrja að vinna og svo vinn ég bara þú veist kannski krakkarnir koma úr skólanum eða eitthvað því líkt að skrifa, að búa til melodíur og allt þetta og ef þú gerir þetta 365 daga ári þá ertu með rosalega helling af lögum og óhjákvæmilega ef þú býr til svona mörg lög þá eru hittarar inn á milli, þá eru góð lög inn á milli ef þú sem er 50 lög þá er allar líkur að þú sért með 10 frábær Já, þú þarft að bara reyna sikt út bara hvað var ég að pæla hér, herru, þetta er og bara hvað virkar En bíómyndin sem er nú á leiðinni er þetta bara heimildamynd þitt líf? Já, sko þetta er náttúrulega fallegt hún er rosa hæg, hún er mild og hérna Þú ert mættilega búin að sjá hana? Já, ég er búin að sjá hana svona grófa. Þetta er mjög ungir strákar sem eru að gera þetta. Þeir eru rétt skreinir við 20. Og ég fekk bara símtal frá Ásgeiri þar sem hann sagðist langa að gera sjónvarpsseríu mig og byrjar að skrifa handrit og hérna Bubba litla og fram af Ísbjarnablús. Og ég hugsaði bara, maður á alltaf veðja á æskuna og gefa mönnum tækifæri. Og hann er ennþá að ströggla þar að vilja búa til sjónvarpsseríu. Leikinn sería þá? Já, leikinn sería bara og búin að skrifa helvíti töff hérna handrit og svo hérna fær hann þessu hugdettu að fylgja mér eftir í 1 ár give or take og hann er með mér á tónleikum í Flatey, hann er með mér í pingulítilli kirkju í Aðaldal, hann er með mér í Laxveiði, hann er að spjalla við mig sko, hann tók upp heila tónleika hjá S.A.A. sem hann notar ekki og hérna og svo sjá þeir lífið með öðrum augum en ég og spurningarnar hjá þessu unga fólki eru allt öðruvísi en að væri eitthvað rútineraður eldri leikstjóri skilurum eitthvað sem því líkt sko. Þannig að ég er að fá svona spurningar sem að eru þetta er eins og demantur ljósi fellur mismunandi á hann og hvernig ljósi fellur á hann hjá þeim gera það verkum að ég var dálítið bara svona Já, ég var eiginlega svona bara vel gert strákar, vel gert Já. Þetta kemur núna 2007 Já, mjög spennandi Virkilega spennandi Er eitthvað meira á döfunni að Bubba? Það er náttúrulega tónleikarnir í sumar og... Ég byrjar að æfa fyrir þá Já, það verður alveg Í skilningi, líkamlega og svo tónlistarlega Ég er að æfa núna bara allar æfingar mína miðast við þessa tónleika núna sem ég er að æfa þessa dagana Það er bara tröppulaup, ég stippa 1000 á dag og ég er að hlaupa tröppur og ég er að vinna mikið með boltum ég er að vinna með rosalegum hraða og gór og svo enda ég sennilega sko með það að ég sippa seinasta mánuðin og syng svona þá tek ég 2 lög, 3 lög og sippa bara og syng þau til þess að hafa þá áttu með öndunina sko í lagi bara eins og Beyoncé, hún var alltaf að syngja á hlaupabrettinu og sért ekki það er ekkert ömurlegur en að sjá einhverja manneskju hlaupa á sviðinu og svo ná ekki andanum til að komast í lagi veist, ég bara nei ég ætla ekki að vera þar en svo erum við að æfa og við erum að hljómsveitinu við erum að æfa það þannig að hérna að við verðum með hérna
opna æfingu núna, ég held bara 31. apríl eitthvað svo leiðist, við ætlum að vera með opna æfingu í Laugardalnum geggjað og leiða fólki bara að koma og það líka þá heyru hvað virkar skilurðu þannig að, en svo erum við bara að æfa þetta snýst allt æfingar og rútín Já, meina, þú mætir ekki bara að spila meina, það er samt gaman fyrir fólk að heyra þetta hvað þetta er mikil hvað þetta er mikil ferli það er betur en seinasta gig skilur og málið er það að þú ert lélugur einu sinni kemst upp með það lélugur tvisvar, þrisvar, nei þá er orðurómur farin í gang þá er þetta orðið Varstu búin að missa það? Já, þá fyrir fólk að segja heyrðu, Bubbi, hann er ekki nógu góður lengur hann er bara gamall, hann tínar hann á sviðinu og þú veist, og það er bara nei, það er ekki að fara að gerast það er ekki, sko, ég veit ekki hvað plön lífið hefur lífið er með plönstrákar En þú ert allavega að æfa þannig að þú ert undirbúinn fyrir tónleikana, það er nokkuð ljóst Já, ég er að fara í stríð með hjartað og sálina og ógislega gaman, ég er ekki að fara í orðsinsmerkingu í neikvætt stríð ég er að fara bara í rosalega gleði og skemmtun og ég ætla að gera þetta þannig tónleika að fólk mun ekki tala 0606 tónleikana, heldur við mun að tala 060626 tónleikana Ég fíla Við getum lofað við verðum mættir Já, við verðum kveðja kóngin og spila nýjasta lag Bubba Mortens Þetta er Bubbi og Frikki Dór sem er nú góðu þáttarins líka Lagið heitir Hún Bubbi, takk kærlega fyrir komuna og við hvetjum fólk til þess að kíkja í bíó 27. mars Þetta er ekki flóknar að það Þetta er FM FM 957 Hárið þetta eru CBD Reykjavík og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Þökkum Bubba Mortens kærlega fyrir komuna Gekkja að fá hann Já, þetta er sko legjandi bara oflítið orð fyrir þennan mann Það er nokkuð ljóst Lifandi góðsögn Já, og hann er líka bara, hlusta á hann er alltaf á milljón Hann er semja alla daga Hann er drullu duglegur Já, hann er sippandi, hlaupandi og já, það er bara ekki döð stund í kringum Bubba Mortens, heyrist mér sem Það er alveg orku bolti og 69 ára? 9 ára Nei, já, 70 þessu ári 70 þannig heldur hérna kikkið En þú ert sko 70 og ert ennþá að sko bara rönnisumæður, þá þarftu að vera djöflast alltaf Gaman sem ennþá að semja ennþá gaman að því og okkur að hætta 70 lög Við erum að tala ykkur erlenda sem er að ekki að semja lengur og það tala kennitöluna Já, Steindi sagði hann 50 cent var að hættur að gefa út lög þegar 50 Já, hann er 70 ennþá að semja Búin að gefa út 900 lög Ég meinti eiginlega meira hann þarf ekki að gefa út lög til að svara þessu liði sem er að gefa út lög á hann sko. Það er alveg merkilegt sko. Basically bara að þú gaman að því do it og hann elskaði hann Bubbi að fara í gimmið og semja Herðu, býtu strákar hérna, svo megum við ekki gleyma einu það er risa tilkynning Eftir viku Já, föstudaginn eftir viku Fyrsta tilkynningin í langa tíma hjá okkur Já, þetta er líka stór tilkynning Hún er eiginlega meira segja sko, eins og laukur þetta eru layers þú veist þú bara grísjar sko Og ætlum við að taka bara alla tilkynningarnar það á fyrsta Já sko ég myndi segja við tökum allavega 2 og við erum með náttúrulega Það er stórar á föstudaginn eftir viku Já, þetta verður mjög spennandi Það er komið að spurningkeppni Gilsarna segil Hvað er með hann okkur? Hörðu, það er náttúrulega eftir að labbað út þarna Já, King of Survival í morgun Ég er búin að gleyma þeim Og King of Survival Því að þetta er bara ógeð og horfum bara út hérna Nei, það er frábært við núna Já, þetta er skrítið Það var Ég sá ekki 5 mínútum Ég snett baki í gluggan sko Þetta kemur í törnum En það var eins og þetta var áðan Ég ætla að ímynda mér þetta að vera þannig bara ennþá Það viðbjóður aðan þetta fínt núna Hver er betri að survive? Það er konceptið Ok, ég er endur alveg til í að vinna þetta Já, þú vilt vinna þetta Hefur þú á ég að vera með lagið I'm a Survivor Nei, ok Það er cool Það er ekki cool Það er mjög cool Hvað lagstu? Þú ert samt með eitthvað núna Eitthvað bít undir Já, það er bara sami betti Við erum alltaf með En eitthvað Eye of the Tiger Það er frábært að vera bara með eitthvað lag Líka svona survive Já, en sko I'm a Survivor Hérna Já, ekki alveg Eye of the Tiger er betra Lútið sett bara instrumentalinn Þetta komið þetta núna Ok Þetta er rosalega lag Ég endar ekki með headphone-in Finnið þetta geðu þetta? Já, þetta er geðið Þetta er drætt ekki Gerir mikið Ég ætla að hafa þetta samt Já Hefur þú survivad í meir en áratug sköllóttur? Já Já
Áratug. Hvað meina survive, bara vera á lífi? Bú, það er punktur á The Blonde Ale Þú komin á blað strax Hvað ertu á hvaða Hvað er skallin gamall? Hvað höldu ekki upp ammali? Hvað ætla að sé 16 ára? Nei, hvað var í 24 að minni mig? Það er ótrúlega, þú haldir ekki upp á það ammali. Það var hann 22 Nei, ég er 26 ára. Hann er tvítugur þá maður Skallin er tvítugur. Skallin er tvítugur. Við hefum ekki haldið upp á það Er þetta ekki, kallar þetta ekki á drikka það? Það er ekki haldið upp á það Við hefum fagnar minni hlutum með það að skallir hann sé tvítugur. Það er stór ammali Þú sér ekki svona að því Nei, þetta er óvænt. Mér minni með þess að sko ég rakaði með sköllóttunar, ég fór til nei, hann er eldri. Hann er 22 ára. Wow, geggjað 2 áratugir svo þú ert búin að survive og líka bara ekki bara survive, heldur bara thrive einhvern veginn bara í lífinu sko. Þannig ég er með stig Þannig ég er með stig fyrir að survive and thrive. Það er bara ótrúlegt árangur sem var náð sko. með að við séu sköllóttur. Ég veist það ég var ekki ok, ég var að grínast inn í byrjun þáttar, ég ætla bara að safna saman herinn allir sköllóttir sem ég þekki við bara tökum þig og hendur í einhverja kopp. Þú varst með eitt sköllóttinar sem geði ekki að landa með þessu harfiskana sko. Pældi því Það er ekki krók frá Bubba Þú getur kallað í herinn. Sko, það er rosalega að geta kallað í herinn. Sköllóttur herinn. Já, þú myndi geta ræst út heldur öflugan her sko. Já, ég getur þetta að ræsa hann út. Flest allir sköllóttir eru líka einhvern veginn hraustir. Það er ekki helst átt í hendur. Þetta væri svakalegur her. Það er ekki alltaf. Heldur þú myndi lifa af 6 vikna AC-ferð? Ekki á tempón sem Ég tala með þetta, hún er bara basic AC-ferð 6 vikur Aldrei. Á þessu tempo. Ég er endar Steindór myndi líklega en sko, ertu að tala um að lifa hana af, ertu að tala um bara þú veist að líka maður myndi actually bara gefa sig bara fara í stopp, hann myndi gera það, finna lykt, brunalikt og hendurna verið eins og spagetti fara í stopp eins og þú lendir í það. Ég held að það sé bara enginn sem geti þetta er pínu, veist, AC er ekkert ólíkt bara þjóðhátíð. Menn er ólífa, þið sagði við ykkur, finnið þið brunalikt? Það fann brunalikt á hann og sá panika þegar við fundum hann ekki. Það kann svima líka. Ég sagði, býttu nú við, nú mér fara að svima, ég held að hendurna á mjög spagetti. Þið verða að vera tilbúin að hringja. Já, sjá alveg með þið sko. Ég held að það er ekkert margir hlustendur sem tengja við AC, en þetta er basically að spyrja myndir þrauka þjóðhátíð í 6 vikur. Já, þetta er bara sami pakki. Það er taka bara svona 5 mán. Þjóðhátíð í 6 vikur, það bara gengur. Ég held að þetta sé bara heiðilegt nei hann að hjá okkur bara. Ok. Ég hefði ekki eins og getað 20 held ég. Ég er ekki eins og við sko, þið getur bara, þú veist, ykkur sko 7-8 daga þessu. Ég held að 4 sé bara max. Þjóðhátíð, þú getur tekið 5 til mán á þjóðhátíð. Það er enginn sem getur tekið, þú veist, 8 daga. Nei. Möndur þú surviva í meir en ár með óbónaðan bíl? Já. Bæði sem þú vorst að tala um. Það er svona, myndir ekki bara, veist, það er alltaf hrikalegt sko. Ég myndi samt alveg surviva það. Já. Að bóna bílinn er að raka. Frasið þú bjóst til. Óvart, já. Óvart hann frasa. Býtu, hvað sagði lengi? Ár með óbónaðan bíl. Já, kom lifa það af. Nei, hvað meinar? Það er alltaf bara alveg agalegt náttúrulega. Ég náttúrulega sko safnaði hári á haustnum í ár hérna mannstu til styrtar hérna, hvað var ekki mæðrastyrksnefndina í COVID. Ég get alveg það gert sko. Já, ég get alveg verið með óbónaðan bílinn í ár. Það er punktur okkur bóða. Já, vá. Þið myndu ná að survive hana. Léttilega, hvað getur þú það ekki? Óbónaðan bíl, það deyr enginn og missir ekki útlim og eitthvað svona, ég veit alveg skil punktin ykkur alveg sko, en það er bara alveg hrikalegt. Ertu með það mikil survival instinct að þú reddaðir einu sinni vinnu sem baðvöru til að finna það gælu? Þetta er stig á steinda. Nei, þetta er í rauninni. Ég hef náttúrulega aldrei verið baðvörur. Ég þarf náttúrulega Ég þarf að vera Blöður ekki verið baðvörur. Ég þarf að vera heiðarlegur. Þið kynntust í sundlöginni? Já, en ég sagði ekki að ég hefði ráðið mig í vinnu til þess að kynnast. Já, þú veist, það var svona aðal ástæði fyrir þú fekst þið vinnu þarna til þess að kynnast gælu. Nei, þú ert nefnilega að klúra spurningu. Var það út af the money eða? Já, bara ég þurfti vinnu og bara desperately. Það er bara staðan. Ok, þannig að ekki stig. Sko mér langar að vera king of survival. Ef það jafnaði þetta sko. Mér er að segja að mér bara fundist bara, ég hef ekki bara gruna það að maður væri að fara kynnast gælu?
Já, þetta var meira bara að vinna, fara að fá sér vinnu. Kynnast gælu, þetta bara framtíðar, ég segi það, bara framtíðar ég segi það, sem bræla magnaða. Ég hef aldrei þurft jafn mikið vinnu, af því að þú sagðir ég þurfti vinnu. Ég hef aldrei jafn mikið þurft vinnu og þar að systemikum og sóttum með söðugrúk. Það er bara... En það er svindlu á króknum, þetta er alltaf að segja þar. Nei, ég var náttúrulega að vinna á leikskóla. Talandi herinn, ég geti nú hóað alla baðverði saman líka til að henda honum í kompuna. Þannig að hvort viltu bara baðverðir og allir sköllóttir. En Grenivík myndi bakka mig upp. Það er 350 manns þar. Ég er ekki viss. Við langar að syngja í Grenivík í blöggastinu. Herru, ok. Takk okkur random, tökum random gæði á Grenivík næsta þetta. Gerum það fyrir þetta. Ég ætla að hringja í baðverði. Heldur að ein löng maður, shit þegar svona ógæslegt veður í svo í dag þá er að meina bara svo að fyrir kortur í síðan og í morgun og svona kortur meiri líkur bara meiri eða minni á dressir í útíðustaföt takir göngutúr eða takir King of Queens og hristingsdag í svona veðri King of Queens eins og staðan í dag þá verður þetta að vera hitt hjá mér þegar ég á hund Já, þú alltaf ferð Ég verð að fara með hann Og svo ert alltaf ráðandi Já, en ég get alveg slefti að fara út með krakkana Það er stormur Þú getur ekki verið bara inn í herbyggi og King of Queens og hrista Nei, en akkur valdur það? Af því að það er meiri líkur í þessi inni að horfa sjónvarpi í svona veðri heldur en að fara Ég nefndi bara ekki að fara út í þetta hitt dæmi En heldur en ég sé að fara út að labba Já, ég hefði verið bara blöðmegin þarna fyrir mánuði Sko það á Steindi hættu svo samt og hendir hundinum út í garð Það er punktur á Nei, ég verði að fara út með hann En þú ert ráðandi hann Mosó nokkuð reglulega Öllu veðri, núna Já, það er punktur á Steinda Það er trullu Það er trullu vel gert Það fylgir þessu, þetta er svona smá líka Greiði kallinn maður 3 ár eftir smá og það er 2-2 Já, bara smá líka þegar þú varst að hugsa að þeir sem ætla að fá okkur hunda Þú ert líka með portugalskan vatnahund Ég er bara fengið með Instagram hund sem vill ekki fara farið við gluggar sem er bara með svona kassa eins og köttur og svo lítinn, hvítan, ekkert eðla sætan sem vill aldrei fara út Svo portugalski þarf að fara út helst bara vera út en hann verður bara 48 kíló og dregur þetta Mosó hann hleypur þetta er útveðstöfundur allavega neyðir í göngutúr já, hann gerir það er fínt maður heldur að væri sens fyrir það að surviva heila flugferð án þess að slefa einum dropa já, mjög létt já, ég held ég gæti það alveg og Steindi hefur alveg tekið nokkrar og þú eru að vaka all tíman Þú slefar ekki mikið með fullir meðönd Nei, bara aldrei En ég sef náttúrulega ekki alltaf í flugvél Ég get farið, ef ég er að fara til Dublin í 2 tíma flug Þá er ég bara vakandi Ég sé þið sofulegin til Akureyrar sko. Já, ég veit það Þú lagði þig bara síðast fyrir giggju okkar í DS sko. Stundum, ef ég Þá lagður þig, það er 20 minna flug Ef ég er að fara til Bandaríkjana sem tekur kannski 5-6 tíma að fljúa og það er að leggja mig þá kemur smá slef sko og þú getur líka leiðin til Akureyrar 3 búntur okkur báða já, ég lagði mig þetta á leiðin til Akureyrar líka en ég slefa ekki ég þarf að vera komin í rem það er bara 2 eftir þegar þetta er ekkert eðla spennandi að 3-3 Survive var einu sinni hrikalegt tímabil í þínu lífi að sem vinnaðin var að benda á stífa limi nei núna get ég þurft að hóa í herinn já það er bara stjætt sem kann ekki vel við ég er ekki að tala baðverði ég er að peppa þetta þetta er high paying job í dag þú ert að tala baðverði og svo ert að benda á limi sem er bara, það var frekar skemmtilegt en hvað er síðast spurningin já, halda áfram með fæstu punkt það held ég örugglega ekki hann er ekki fengið punkt einu sinni þegar þú talar að benda á limi hann var ekki að fá núna ég myndi ekki eins og hvernig það var nákvæmlega getur það surviveað meir en mánuð á þess að sjá blöður Jésús þetta er miklu erfur að stenda við erum í mánuð í draumnum, ég voru ekki að sjá neina blöður þetta er miklu erfur að hann er því ég vissi alveg að þú myndir ég vissi að ég bara löngum að gefa þeir punkt það bara áður ég spurði þetta er nú það þú stendur að vera alveg hinskilur sko þetta er mánuður þetta getur á það maður Jésús heldur ekki það Topp tónlistarstöðin FM 957 það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og já sko við fengum legend hingað í stúdíóið áðan Bubbi Mortens hann er nýfarinn og það má svona segja að
unga kynnslóðin, svona næstu legend eru mættingað í stúdíu. Þetta eru Tónilur búin að taka yfir stúdíu. Það eru 100 mann sinna. Já, sko, hvað eru þið margir eiginlega? Þetta er 10, já, þetta er næstu bara byrjunliði í fótbolta. Allir mættir. Það er þetta geðveikt. Og sko, þetta er ekki bara tónlistamenn heldur, já, þeir voru að gefa út bíómynd til lukku með myndina, drengir. Thank you, sir. Já, og það er undir ísnum. Hvað fjallar myndin? Hún fjallar hópa strákum sem fara á Suðurskauti að leita á demant. Ok, og er þetta sko, fengu þið styrk og er þetta... Ekki neitt. Nei, ég fíla nefnilega svoleiðis að bara keira þetta áfram. Gert á hnefanum. Já, eitthvað kallað low budget, þá er það þetta sko. Þetta var low budget. Þetta er indie mynd. No budget. Þetta er ekki low, þetta er no budget. Þetta er no budget mynd, það er geðvitt. Það er bara að gera þetta, fara út og gera þetta. Hvað voruð þið lengi að skjóta myndina? 3 mánuði eða svo. Já, 3 mánuði, ok. Það er svona on and off, en tókum hann að sumar í þetta og þá vorum við vorum alltaf, við vorum í vinnu allir á daginn og síðan, þú veist, eftir vinnu fórum við alltaf í þetta. Það lag, sko. Já, þið náttúrulega að leika væntanlega með fullt með tónlistina. Þú veist, eru þið líka að taka og klippa, er þetta allt innan hópsins eða? Já, þetta er allt innan hóps. Allt innan hús sko. Allt innan hús. Þetta var skotið af Alla og kliftið af Krissa. Þannig þetta er svona næstíð allt innan húsins. Það er þeirri innan hús. Þeirri innan í tónlist. Ég samt fíla þetta. Það er bara, ekkert vera að býja eftir einhverju styrk, bara kíla á þetta og gera bíómynd. Og hún kom út hvað núna 12. mars eða ekki? Og fréttið hún er að fara vel á stað. Við höfum eftir að fara, við verðum að fara. Já, við höfum að fara að sjá hana. Þetta er Smárabíó, þetta er á Akureyri, Egilshöll eða ekki líka? Jú, Laugarásbíó líka. Smárabíó. Hvað er hún löng? 85 myndir. 80, Já, það er góðu tímar. Myndir í dag er alltaf svona 4 tímar. Þurfa ekki að vera. Góðu 90 mínútur er bara takk, segir nú bara. Já, sko, ef þetta ætti að vera 3 tíma mynd þá hefði verið svona 3 ár með fara alltaf strax eftir vinnu að taka upp. Já, þetta er bara geðveikt, vel gert maður, alveg metnaður í þessu. Já, en hvað var þetta þess að, þeir eru búin að gefa út lög, Brillera sem tónlistamenn, hvernig kom kveikin að gera bíómynd? Voru við ekki bara að gera music video við einhverju lagi? Já, bráðin. Og svo voru við bara eitthvað, ég held að heyrist ekki. Já, sagði Krista Sturla bara eitthvað, heyrðu, ekki bara gera bíómynd fyrir 2 árum. Og við vorum bara allir bara eitthvað, jú, akkur ekki. Svo byrjaði hann bara að skrifa handrit og svo byrjaði við bara eitthvað. Og skrifið þið handritið allir saman? Kristján þegar með því. Já, ok, ég er ánað með Kristján, hann er harðstjórin. Ég og Kristján erum náttúrulega æskuvinir. Við vorum að gera símaðið þegar við vorum og ég er ennþá að gera símaðið. Ég fatt að bara ég var að segja, við vorum að gera símaðið sem krakkar og já, herru býttu, ég er ennþá að gera það. Voru ekki líka með fyrsta útast þátt saman? Jó. Trjámann? Já, Trjámann. Já, á FM Einar í Mósbæ. Ég Kristján Sturla á Dóri Dína. Það var rosalega þáttur sko. Við fengum 2 alltaf að koma í viðtal og það var sko frí í skólanum. Það var bara, skólinn fekk bara frí til að hlusta á þáttinn. Það er gæst. Það er mjög skemmtilegt. Það er rosalega. En sko þeir eru 10, hver er allir á sama aldrið eða? Allir, já. Hver er gamlir? 19 ára 20, flestir. Jesus. Hvað? 20 ég ætla bara að segja. Skipt ekki máli. Og eru þið bara æsku vinnir? Já. Og allir bara í tónlist og ákváða því og... Já, maður. En ákváða að búa til bara, herru, nú búum við bara til þetta listahóp og fyrir að gera alls konar eða gerðist þetta bara? Just naturally. Nei, þetta var námskeið, þetta var náttúrulega í Árbæðskóla og var Krissi með svona fag, eitthvað valfag það var lagasmíð og frá því fórum við á námskeið í tónil og síðan einhvern veginn við allir 10 völdum þetta valfag. Já, og svo bara eftir tímana þá bara svona, hefur við ekki bara haldið áfram? Jú, ekki svo leiðis. Þetta er að gera svolítið lítið úr vin og hópnum mínum frá Sauðárkróki. Einu skiptin sem við hittumst þá voru fullir í AC. Þannig þeir eru að gera tónlist og bíómyndir og halda áfram að hittast. Já, það er eini tími sem við hittust allir 10. Reyndar væri sko það bíómynd sem ég var til í að borga minn og þið myndu hætti í bíómynd með landaköss og öllum hana. En sko, við ætlum að Steinn, þú ætlar að henda okkur í How Do You Do Fellow Kids. Ég ætla að henda ykkur í How Do You Do Fellow Kids því að ég hugsaði bara því að þið eru við erum með kids þið eru gamli menn og hérna erum við bara með æsku landsins bara 20 drengi og þú voru að vanda þig núna og hlusta. Ég er bara lélugur í þessu þú. Við ætlum ekki að tapa. Það sem ég gerir Ég er bara ekki að lélugur í þessu sko. Það er ekki að stilla ykkur í þessu. Við erum saman í liði. Já, ég henda á Instagram með hann og ég baði heitustu frasana á göttunum
og þetta bara fair and square keppni en þeir eru saman liði sem hefur aldrei gerst áður. Er þetta þá þið á móti okkur? Já. Það er 2 á móti 10. Það er 2 á móti 10 sko. Steffi, come on. Hefur við ekki að fá MOP í gang? Jú, herðu, ég gleymi því. Nei, þú verður að hafa það er að lykilatriði sko. Það er þetta hálfrétt. Lykilatriði. Herðu, það ætti að koma hérna núna. Það ekki, MOP, tökum instrumental á það. Þú ert líka upplýðir í þessu. Strákarnir náttúrulega eru ekki með headphone en gýrin sem ég fer í Íslanda er alveg rosalegur af því að ég heyri lagið bara sko. Svo lesið það hratt, Já, og bara, ég ætla að standa sko. Ég stend alltaf upp þegar Ertu búin að henda lagin á blöð? Já, það er að koma í það, ég er að býja eftir að auglýsingar klárist. Við erum ekki með, það er ekki budget í 15 ár sko. 15 ár, hvað meinar þú? Það er stjórn og auglýsingum. Það var að pingaður. Já, Molly. Molly. Ég þekka það bara að vera dópaður. Það svarið. Var Molly rétt svarið? Það er alls í rétt. Það er ekki rétt. En fólk gæti að vera að heyra nýjan frasa. Hvað er það að segja, drengir? Það er ekki Ég get ekki ráð þessu ping Það er ekki gólkilurnar Molly. Það er að pingaður á því. Ég er bara ekki með þetta. Egil, ætlaðu þú að giska eitthvað? Ætlaðu að hafa Og þetta er að renna Það verður edrú. Það er ekki rétt. Það þýðir að aldrei verið betri. Já, aldrei verið betri. Aldrei eitthvað frasa. Það var að pingaður. En okkur er pingaður. Ég veit ekki. Nei, ok. Hann Óli sendi mér Það er þetta sent. Þetta er bara hérna. Hey, I ain't making this shit up. Nei, ok. 0-0. Þetta var gott gísk hjá báðunlið. Molly var besta geskið. Það er klárt. Ok, það var næsta. Hvað þýðir frasin, drengir? Hvað þýðir frasin að vera L-U? Hvað segir? Lengst uppi. Lengst uppi. Við erum að tapa blöðum að Lengst uppi. Ég hef aldrei heyrt þetta. Við erum ekki náðu þessu. Tónilur 1, blöðmenn 0. Það var að þriðja spurning. Hvað þýðir frasin BGPOS? BGPOS. BG-pós. BGPOS. Þetta er eitthvað Við veitum hvað post þýðir. Það veit allir hvað post Piece of þýðir. shit. En hvað þýðir BGPOS? Er þetta ekki blögils? Piece of shit. Sem betur það ekki frasi. Kekjakís. B. Hvað þýðir B? BG. Hvað er B eða B það? er eitthvað B. Við veitum alveg hvað B er. Bold. Og hvað er G? Hvað er G? Bold. Hvað er G? Bold giant piece of shit. Bold grumpy piece of shit. Bold grumpy. Nei, hvað er ekki? Bold. Hvað? Nei, hvað er það? Það er bold gambling. Þetta var ykkar tækifæri til að Þú getur jafnað þetta. Ég er BG-pós. Já. Herru, þessi frasi sérstakur. Hvað þýðir frasin að vera gleiður? Vittu, hvor var? Hvað ég sá þetta? Hvor er raunst? Var þetta blöð eða var þetta tónilur? Ég Þekki ekki. Þetta var Ok, gefum gestunum þetta. Þetta er graður og leiður. Á sama Sem er mjög skrítið ástand. Þetta er rosalega förðulegur. Graður og leiður. Þetta er ekkert eðlilega skrítið ástand. Til að vera í þá er það næsti hérna. Þessi er þetta rosalega. Hvað þýðir frasin skeindó? Eitthvað með tengdó. Skeindó. Blöð, þetta er svolítið Sjóðandi heitir hún bara það sko. ekki? Jú, Tengdó skeindó. ég er að gefa ykkur báðanlega vísmyndingu. Þegar þú sagðir hérna Tengdó. Sjóðandi heitir hún. Sjóðandi. Ok. Skeindó. Kallar það tengdó, skeindó, blöð? Nei, bara er það tengd á sig að skita á sig. Gott gískan, ekki rétt. Skýta hjá hana heima hjá Tengdó. Nú þarf ég bara Þetta skoða gögnin. Þetta er að taka. Nei, ég get ekki gefið rétt. Því miður. Hvað er þetta? Þetta er að taka svitaskeinu heima hjá Tengdó. Skeindó. Þetta er nálægt. Þetta áttu nánast að vera stig sko. Já, viljið Skeina sig á Tengdó. Þegar annars er 1-0 og 1 eftir.
Ok, það voru ekki stig. Þetta er ekki blöð rétt. Loka spurning. Þetta getur verið jafntefli. Það er svo stórt fyrir blöð. Við erum 2-0, við erum búin að vinna. Við náðum græðar að leiður og líka Fáið stig hérna drengir. Hvað þýðir frasinn að vera með hérna, hvað þýðir frasinn? Kannski að lesa? Ég myndi þetta ekki. Blæpa. Með P. Blæpa. Ég með hérna Þetta ræpa eitthvað Eitthvað, ekki Blæpa Já, blæpa, það er hérna Bold eitthvað Bold, það er allir með bold grip Bold Gott gís Ég er bara ekki með það Ekki gambling, L-B-L Blöðtengingin er blæpa Blöð Og einnilega til aðmikið með bíómyndina. Við hvetjum alla til að senda sér í bíó undir ísnum eins og við heyrðu hér áðan. Þá lögðu þessu drengi mikið á sig til þess að þessi mynd að veruleika. Já, og bara búin að harka maður, vel gert drengir og halda áfram. Kemur mynd 2 Eitthvað fyrir bíó kemur mynd 2 Það fer eftir fólki Þú bara fer fólk í bíó Þið ráðið því, þessum er að hlusta Það kemur mynd 2 ekki Skellið ykkur í bíó en eins og við komum inn á þá er þetta sjálfsögðu tónlistamenn líka og hér er lag sem heitir Lokuð augu með þessum snillingum drengir. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir Ég fyrir að lækka þetta. Núna veit ég ekki hvað netið er sem ég var með á hann í gangi. Hvað er það að leita internetinu? Hvað er old school? Fann þetta. Hvað er internetið geimt? Hérna er það. Þú voru að slaka á YouTube. Auðvitað. Komið. Saman í þessu. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er þegar við þökkum, Tónhild kærlega fyrir komuna hingað. Flott lag, Lokuð augu. Og eins og við sögðum aðan, hvetjum alla til þess að kíkja í bíó. Já, það var ekki. Ég held þetta hafi verið sko, met hvað voru margir í stúdíun á saman tíma. Já, þeir eru 10. Mættu allir. Þeir eru geggjaðir maður. Svo Kristján Sturla með líka hann. Við vorum með heilt fótboltalið hérna í stúdíónu en það var heiður að fá þessu drengi og ég er ánægð með metnaðin í þeim að henda bara í bíómynd. En það er bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag og minnum á blökasti á þriðjudaginn, minnum líka á páskabingo blökastin sem verður haldið 1. apríl og drengir næsta föstudag eftir nákvæmlega viku þá erum við með rísa tilkynningu og ekki bara eina heldur allavega 2 risastórar hér í þessu stúdíu. Þetta eru og á okkar miðlum. Ég veit alveg við erum svolítið svona alveg nokkuð glaði með það að vera með eitthvað tilkynningur og svona en þetta eru alvöru tilkynningar. Þetta eru stóra tilkynningar. Þannig að stillin næsta föstudag eigi góða helgi kæru hlustundur og heyrumst vonandi á þriðjudaginn annars bara eftir nákvæmlega viku. FM 957